Hæ, Guðrún Bergmann hér og velkomin í þáttinn til mín. Eins og vanalega þá byrja ég á að byrja þig að smetla á subscribe-takkan ef þið líkar efni sem þú ert að hlusta á til að hjálpa mér að dreifa því frekar YouTube rásina eða YouTube-ið eins og það stendur. En gestur minn í dag er hún Birta Bjargardóttir. Velkomin í þáttinn, Birta. Takk kærlega, takk fyrir að fá mig í þáttinn. Já, þú ert eiginlega svona krabbi með hjartað á mörgum stöðum og svona með tvíburorku sem hendir þér með allan heim. Segðu okkur aðeins frá þér og æviskeiðinu þínu, bara svona ferlinu. Já, það er margt til í því, í rauninni. Ég er með hjartað innra, þú veist, hvert sem þú ferð, þar ertu. Þannig að Já, ég held að það sé kannski svolítið mitt motto, hvort sem að ég hugsaði það fyrirfram eða ekki. En já, ég sem þetta er íslensk, fæddist 1977 í Reykjavík, kjallaranum á jógaskóla, meira þess að, takk fyrir. nú það er ekkert annað. Ok, Og og ólst upp sem sagt fyrstu árin í Reykjavík og Hafnarfirði en þannig séð frá Akureyri, þannig ég flutti þangað 4 ára og bjóð þar til ég kláraði menntaskóla nema að ég var í nokkur ár í Skotlandi á þeim tíma líka. Móðir mín var í doktorsnámi í sálfræði í Skotlandi já, og þá sem sagt fluttum við þangað og bjöggum þar í nokkur ár og auðvitað sem barn er það svo rosalega stórt hlutfall æskunnar, 3 ár. já, Að þá þegar, já, var bara, mig langaði ekki að flytja aftur til Íslands og það hafði ekkert með Ísland að gera. Það hafði bara, ég var svo rosalega hamingjusöm í Skotlandi og við bjuggum í náttúrunni bara upp í hálendinu í rauninni, út í já. sveit. Og gerstu þá í skóla þar yfir veturinn? Já, þannig að við vorum þar við bróður minn sem er 2 árum eldri en ég í mjög litlum sveitaskóla þar sem að var sko, það var 1 árið það voru 17 nemendur og það var í heildina og það var sem sagt stærsti Þessi nemendur. afgangurinn. Akkurat, Dásamlegt, dásamlegt. já, akkurat, sko, þannig að það var bara svona algjört frelsi og Skotland náttúrulega alveg stórkostlega fallegt. Augljóslega er Ísland það líka, þannig að ég er rosalega góði vön hvað var að náttúrufegurð. Já, já, En sem sagt þá var, móðir mín var að klára námið og svona bara ýmislegt aðstæðurnar breyttust kannski ekki en það var sem sagt við vildum fara aftur til Íslands. já. Þannig að þá vorum við sem sagt á Akureyri og ég var þar, og kannski heyrir ennþá svona smá harðmælt, sko, Akureyri. Akureyri, já. Já. Þannig ég var þar frá 10 til 20 ára og sem sagt því ég kláraði menntaskólan á Akureyri og svo flutti ég til Reykjavíkur. En svo var nú bara 1,5 ár þar og fór svo til Kosta Ríka að vinna með dýrum í útrýmingarhættu, sem sagt öpum og Já, letidýrum, uppáhaldsdýrin mín og ýmsu öðru. já, Og í rauninni var ég þá þegar búin að ákveða áframhaldandi nám sem var einmitt í dýrafræði og í Wales í Bretlandi. En það var ekki að fara að byrja fyrir árið seinna, þannig að þar já. af leiðandi hugsaði ég, heyrðu, ég ætla að stökkva á tækifærið og fara til Kosta Ríka, vinna með dýrum, bjarga heiminum, bjarga öllum dýrum í heiminum, Já, sem er náttúrulega svo auðvelt og maður getur gert það þegar maður er 20, þú veist, í já, huga. já, bara fyrir létt með það, sko. Ekkert mál. Já, Og blessunarlega eru flestir með þetta hugafar, þannig að þú veist, láta eitthvað gerast að minnsta kosti á já, já. þessum punkti, myndi ég segja. En já, þannig ég var þar alveg í nokkra mánuði og svona flakkaði aðeins þar líka og var auðvitað þá að læra og bæta við mér spænsku og slíkt og flutti svo þaðan til Wales og var þar í dýrafræðináminu í 3 ár. Sko, í rauninni við þurfum náttúrulega bara marga daga að fara í gegnum bara hvar ég hef verið í gegnum lífið, sko. Af því að svo var ég sem sagt á einhverju smáflakki milli Bretlands og Íslands eftir dýrafræðinámið en flutti svo aftur til Englands og í þetta skipti til Bath í Englandi Það og er þar ekki staður, já. ótrúlega fallegt og þvílík forréttindi að geta búið þar og svona kynnast staðnum og svæðinu í kring betur. Og þar var ég sem sagt í mastersnámi í því sem kallast á íslensku vísinda- og menningarmiðlun Já, og í rauninni sem sagt, eins og mér fannst geggjað í dýrafræðinni og ég var reyndar að hugsa líka heimspeki og mannfræði og slíkt. Ég bara rosalega mikinn áhuga á mannlegu eðli og dýrslegu eðli kannski og bara já, já. samskipti
og svoleiðis. já, Og vísindamiðlunin var svolítið sko frekar kannski að vinna með sérfræðingunum í eins og segjum dýrafræði og öðru, en að miðla svo þeirra þekkingu til alls konar hópa, svona kannski, þú veist, 5 ára eða 12 ára. já, Það skrifa svona á einfaldari hátt mjög kannski flókin efni og ég hef í rauninni unnið talsvert í þessum geira, til dæmis hjá Náttúrufræðistofnun Íslands sem heitir annað núna, búin að ég skil, já, sameinast öðrum stofnunum, já, en og í rauninni David Attenborough sem er nýorðinn 99 ára og hann er alveg eitt af mínum goðum sko og var það strax þarna fyrir 25 árum eða hvað það nú er. já, það var svo mikil vakning í alls konar svona umhverfismálum einmitt þá þannig að, og hann náttúrulega búin að vera að gera svo stórkostlega hluti þannig að það var auðvelt að gera hann að goði, hann er ekki bara goð hjá þér, hann er goð hjá mörgum öðrum, sem er alveg dásalegt sko. En mér finnst þetta merkilegt þegar ég er að hlusta á þig, út af því að ég hef ekki skoðað stjörnukortið þetta, en ég veit að þú ert hérna krabbi og 25. júní og það er sko að það er örugglega mjög sterkur tvíbur í þér því það er bæði þessi rosalega mikla þekkingaleit og þörf fyrir að vita meira en geta síðan deilt í til annara. Og það er svo flottur hæfileiki í raun sko. Já, akkurat. Í rauninni, sko, ég held að sé engin spurning að ég sé fædd með þetta að minnst að einhverju marki. Svo þetta er umhverfið sem hefur mótað mig en einmitt spurning hvort koma undan og hver eru hlutföllin og allt svoleiðis. Já. Mér finnst alveg rosalega gaman að fræðast og rosalega gaman að ferðast og læra ný tungumál og kynnast nýju fólki og allt þetta. Þannig að í rauninni, já, þú veist, ég er meira kannski svona að deila svo, ekki bara kannski þekkingu heldur, jafnvel bara einhvers konar mannlegum samskiptum eða tengingu. Já. Og slíku. Þannig að þú veist, þekkingin kannski hefur líka svona færst meira og meira yfir í kannski að aðstoða hvað sem það nú þýðir, þú veist, hvað sem það felur í sér. Já. Og í rauninni, sko, það sem náttúrulega kannski ég bætti við mig sem sagt, sko, á þessum tíma svipa leit og ég var þú veist, í dýrafræðinni og var svona á milli Íslands og Bretlands og slíkt. Já. Þá sem sagt ég var búin að vera sjálf svona aðeins að kynna mér jóga frá því ég var kannski 19-20 ára. Ætlaði sko, sem sagt móðir mín var mikið í jóga og náttúrulega sálfræðingur og ég ætlaði sko ekki og var grænmetisæta og ég bara nei, þú veist, það er sko ekki fyrir mig. Svo bara bara koll af kolli, gerðist grænmetisæta, rétt áður en ég var 20, var búin að kynna mér jóga og er með þess að núna, við getum talað um það kannski seinna, en ég er núna að klára nám í sálfræði. Já, það er allir pakkin, þú ert alveg bara, já. En sem sagt að sko, þannig já, ég hef verið með jógakennari réttindi síðan 2003. Lærði hjá syni þínum til að byrja með. Það er alveg dásalegt og gaman að komast að því þegar ég hafði samband við þig, það er alveg frábært. Bara æði, þannig að ég í rauninni sem sagt, hef verið að bæta við mig og verið að vinna í þeim geira, já. Alveg síðan þá, svo af og til, með mjög mikið stundum og eitthvað minna stundum, hefur komið svolítið í bylgjum og svo hef ég alveg bætt við mig námi eins og fjölskyldujóga, barnajógakennaranámi, smá jógaþerapíu. Og svo svona kannski markvissara sko vinyasa jóga, yin jóga og slíkt. Þannig ég hef verið að bæta við mig bæði eins og í Bretlandi og Bandaríkjunum og Bali líka. Og svo þetta bara maður kannski í ákveðnum jóga lífstíl óhjákvæmilega á hverjum degi. Já, það verður náttúrulega sko. En þú ert eilíða stúdent. Ég held að það sé óhætt að segja það. Já. En hvar býrðu núna? Ég er í rauninni nýbúin að leigja út íbúðina mína í Reykjavík, þar sem ég hef verið með annan fótinn síðust árin og er núna stödd í London aftur. Ég bjó mjög lengi í London og auðvitað augljóslega víðar í Bretlandi og er svo að fara reynda til Bali alveg nokkra mánuði fram á haustið núna bráðlega. Þannig að í rauninni bý ég, mætti segja, hvergi eða á 3 stöðum, sem sagt Íslandi, Bali og London.
Segðu mér, þegar þú ert að fara svona ferðir til Bali, ertu þá að fara kennsluferðir eða ertu bara að fara fyrir sjálfa þig að læra og upplifa umhverfið eða, Svo upphaflega fór ég til að bæta við mig jógakennarannámi já, 2018 og ég hafði eitthvað verið í Asíu áður en ekki komið til Bali eða Indónesíu þarna og hafði svo sem haft áhuga á að kíkja og allt það og ég sagði, já, heyrðu, ok, flott, nú er ég á smá tímamótum í lífinu, er að fara, þú veist, taka meiri tíma þar sem ég þarf ekki að vera að mæta í svona 9 til 5 vinnu kannski á hverjum degi í nokkra mánuða mér svo að stið. já, Þannig ég sagði, ok, ég ætla bara loksins að drífa mig til Bali og ég byrja þá bara á því að fara í jógakennaranám þar sem var í cirka mánuð. Svo var ég í auka mánuð, svona 2 mánuði samanlagt já, og varð bara svona rosalega hrifin, eins og náttúrulega eins og rosalega. margir, já, 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 Og í rauninni, þannig að það var aldrei planið að vera sem sagt, eitthvað alltaf á Bali, alls ekki. En svo einhvern veginn kannski bara þróuðust hlutirnir þannig að verða hrifin af landi og þjóð, eða eyjunni og þjóðinni, já, þjóðin, já, af því að Bali er svo sem hluti af Indónesíu en samt. já, Og þannig ég fór aftur nokkrum mánuðum seinna og var þó nokkuð marga mánuði viðbót og þannig að það þróaðist þar í að þá auðvitað er ég farin að kynnast svo mörgum sem búa þarna, hvort sem eru frá Bali eða annars staðar í Indónesíu eða útlendingar sem búa þarna, er byrjuð að læra tungumálið, þú veist, er bara eins og að fara heim til mín að ákveðnu marki. já, ok, þegar þú talar orðið, hvaða tungumál talaðu? Það er sem sagt, sko, í rauninni almenna tungumálið er indónesíska fyrir allt landið, en svo er reyndar baliníska sem eru færri og færri sem tala það tungumál. Þannig að í rauninni þegar ég segi ég tala tungumálið þá á ég við indónesísku. Já, Sem að líka munar, sko, það er einfaldara tungumál að læra en baliníska og sama stafróf og við notum, þannig að það er mun einfaldara. já, ég skil, ok. En balinesiska, er það bara gamla frummálið? Sko ég veit ekki hversu langt það fer aftur, eins og hversu mikið frummálað það er ef það einmitt svona ef maður skoðar mannfræðina og söguna á Já. þessu svæði, en það er jú miklu eldra Já. og það er í rauninni mjög tengt sanskrít. Þess að meira þess að hvernig sko það er skrifað og allt slíkt svona upphaflega. Já. Það er svona náttúrulega núna er blanda. Það er ótrúlega áhugavert að vera, það mér finnst alveg margt sambærilegt við Ísland hvað var það tungumálin vegna þess að þú veist eins og yngra fólkið, þau eru náttúrulega í skóla með kannski öðrum krökkum frá öðrum eyjum í Indónesíu, Já. þar sem allir tala indónesísku en ekkert endilega balinísku. Já. Þannig að þá tala þau indónesísku saman eða ensku, þannig að þetta er svona bara úir og grúir. Af tungumálum, já, í svona tjáskiptaforminu, það er Já. áhugavert, sko, já. Þannig að þú veist, það er alveg spurning hversu lengi baliníska mun lifa, ég meina þú veist, það er alveg, innfættir tala hana langmest saman, en auðvitað leið og það er einhver af annarri kynslóð eða jafnvel frá sama landi en annarri eyju, það er nefnilega mjög mörg tungumál töluð í Indónesíu. Já, út af eyjunum. Já, Þannig það er í rauninni mállýskur á hverju eyju fyrir sig. og meira en mállýskur. Þetta eru bara alveg þó nokkuð mörg tungumál Já. og svo eru mállýskur kannski innan tungumálana. Vá, En ég, sko, ég bara viðurkenni það fúslega. Ég vissi ekki einu svona að Indónesía væri 4. fjölmennasta land í heimi fyrir en að ég fór að kynna mér landið betur, sko, fyrir ekkert allt og mörgum árum. já. Það eru sko 17.000 eyjur. Þannig að Já, augljóslega það er rosa mikið af eyjum. Já. Já, þannig að það er alveg og svo meira þess að Java sem að er stærsta eða fjölmennasta eyjan og þar er Jakarta höfuðborgin. Þar eru alveg fleiri en eitt tungumál töluð til viðbótar við indónesísku. Já. Þannig að þú veist, bara svona til að flækja hlutina. Þannig í rauninni ef þú hittir einhvern á Bali og ert að tala ensku við þann aðila, það er að segja innfæddur aðili, Já. þá er nokkurn veginn örugt að þau tala minnst á 3 tungumál. Vá. Er auðvelt að tjá sig á ensku? Kunna flestir ensku? Já, þeir eftir því hvar þú ert, en á Bali af því að það er það mikill ferðamannastaður, Já. þá er langflestir sem tala einhverja ensku og sumir bara alveg hellings og rosalega góða og allt þar á milli.
Já, En svo leið og þú ferð á fáfarnari staði og hvað þá ef það eru kannski eldra fólk í þorpinu sínu sem að já, kannski fyrir ekki á marga staði, það er ólíklegt að það fólk tali ensku og jafnvel ekki heldur indónesísku, já, er það? bara svona til að flæta Já, hlut. Þannig að já, maður getur ennþá, sko, þó að Bali sé þetta búin að vera lengi mjög vinsæl eyja og áfangastaður, þá getur maður ennþá bara mjög auðveldlega farið út úr svona túristastöðunum og fengið miklu svona, já, upplifunin er einhvern veginn raunverulegri kannski, ég var að segja, eða já, er svona nánari tenging við grunninn í landinu. akkurat, Já. akkurat. En ertu alltaf að læra þegar þú ert að Bali eða ert þú að kenna eða? Já, fyrirgeðu, já, sem sagt, þannig að í rauninni sko hef ég ekki, ég hef verið að vinna mörg verkefni bara í gegnum netið, Já, þannig að í rauninni að því leitinu til er ég kannski að ákveðnu marki að kenna, en ekki, sem sagt, ég er ekki sem sagt, á Bali físís til að vinna. Og í nei. rauninni er það á mjög gráðu svæði hvað varðar eins og vegabréfsáritanir og slíkt, að það sé í Ég rauninni skil. Já, leyfilegt, en já, auðvitað eru margir til dæmis jógakennarar þarna sem að eru erlendir en búa á Bali og eru þá með réttu vegabréfsáritanirnar. já, til að geta verið að kenna. Já, það hefur Já, verið hópar að fara svona til Bali með jógakennara. já, einmitt. Þannig að það er svona kannski líka á gráu svæði. Já, Vil ég segja. já, En ég geri nú ráð fyrir að þá fólk sem að er í slíku er þá í samstarfi við innfædda ferðarþjónustu aðila og slíkt og já, allt þá að vera alveg með allt í góðum málum. En já, þetta út af það er samt á sama tíma eru náttúrulega mjög margir erlendir aðilar sem búa á já. Bali og eru sko til dæmis hvað heitir það á íslensku Instagram svona influencers allt í Já, manni. já, já. Áhrifavaldar heitir það. Já, Já, takk. já, já, Og sko, alveg örugt að einhverjir eru með réttu vegabréfsárituna en það er mjög stór hópur, nú er ég ekki að tala um Íslendinga, bara að tala um já, almennt. já, Þau almennt. eru bara þarna, þetta er svona það sem kallast sko nýlendustefna. Það er að segja að þú veist að þetta er svona, fólk er að nýta sér í rauninni það að geta búið einhvers stað miklu ódýrar og náttúrulega stórkostlega fallegur paradísar staður Já, og í rauninni grætt helling á því þegar að svo innfættir eru kannski með 15.000 krónur á mánuði í laun. Þannig að það er svona aðeins, þetta er svona svolítið grátt svæði. já, sko, það er náttúrulega þarna kemur fram þetta ójafnvægi eða sem sagt, gæðum lífsins er svolítið ójafnt skipt og hérna, menn er að nýta sér aðstöðuna, þannig að margir sem hafa byggt sér þarna hús og annað þess aftar. Alveg, Maður hefur séð það á samfélagsmiðlunum, sko, hér á Bali með hérna, það er svona og svona. Og svo algjörlega. náttúrulega hefur verið vinsælt að fara að gera kvikmyndir þarna og svo skrifa bókina, hvað? Eat, Uh, Pray, Love. já, Eat, Pray, Love, já. Borða, byrja, elska, já. Já, einmitt. Já, Já, einmitt. Nei, algjörlega og ég ætla að taka það fram líka sko langflestir, já, mér finnst mjög margir eru pottið að gera allt saman bara á mjög virðingarverðan hátt og eru að taka þátt í menningunni og samfélaginu og eru í góðu sambandi við sína innfæddu nágranna og allt slíkt, sko. já, Þetta er í rauninni held ég, auðvitað þekki ég þetta kannski best á Bali af því að verið svo mikið það síðustu árin, en í rauninni er þetta bara þróunin líka eiginlega bara allstaðar í heiminum. Hvað var það sko túrisma að ákveðnum marki já, og það að erlendir aðilar sem að við auðvitað erum allstaðar annars staðar en á Íslandi til dæmis já, eru að nýta sér gæði annara landa og jú, jú. öfugt. Já, já, áhrifavaldar hafa náttúrulega alveg strengt hingað og hérna gert einhverja staði fræga og það er hérna, vinkonur mín er að koma til landsins í sumar með 2 barnabörn sín og það er alveg greinlega sko að stelpan sem er aðeins eldri, hún er búin að vera á TikTok og eitthvað því það getur maður gert svona, getur maður gert hinsegin sem að Akkurat. er eitthvað sem er í rauninni ekki fyrir einhvern sem er 13 ára sko, þú veist, en hún er búin að sjá það á TikTok eða einhverju öðru sko, þannig að Akkurat, sko. áhrifana gætir víða sko, en þegar þú fer svona eins og til Bali, býrðu þá á svæði þar sem að sko innfættir búa eða
Ertu á ferðamannasvæðunum? Já, ég er, þó ég flakki aðeins, þá er ég alltaf með fastan samastað í Úbúð sem að er bær eða lítil borg, hluti af borg, sem er mjög vinsæll ferðamannastaður. Já, Ekki við sjóinn, en hann er sem sagt, Úbúð er vagga menningar og lista og andlegra, sko, ekki bara svona vestrænt andlegt jógadæmi, ok, heldur líka miklu, miklu lengra aftur og dýpra, það eru alls konar andar og alls konar, já, heilög tré og slíkt sem er kannski meðal annars sko í gegnum hindúismann sem að er langmestur á Bali, en já, líka ennþá lengra aftur. Þannig að þetta er alveg, já, vagga alls þess, en í rauninni þá bý ég alltaf á stað þar sem eru aðalega innfættir og svo erlendir aðilar, frekar en öfugt. Þannig að maður getur alveg, sko, ef maður fer til dæmis í dagsferð til Úbúð, þá getur maður verið bara guð minn góður. Rosalega er hræðileg umferð hérna og já, þú veist, hvað er allir að tala um að þetta sé svo æðislegu staður, en um leið og maður er aðeins fyrir utan og náttúrulega er lengur þarna og er bara svona þennan daginn fer maður á þennan veitingastað eða fer og horfir á sólsetrið frá þessum veitingastað sem er með útsýni yfir pálmatrén og hrísgróna akrana, þá er það allt önnur stemming og maður kannski býr hálfpartinn með innfættri fjölskyldu þó maður sé með allt sitt sér. já, Þau eru, þú veist, í hindúismannum, þetta bæði á Indlandi og líka á Bali, þó þessi mjög ólíkt, sko, eða svona talsvert búið að breytast síðan að þetta skiptist fyrir mörg hundru árum. Að sko það er náttúrulega bara endalausar seramóníur, bara endalausar, þannig að það að búa með innfættum er náttúrulega bara yndislegt. Þú veist, að geta einhvern veginn upplifað allt þetta, þau eru alltaf að bjóða manni hitt og þetta, sko. það er alltaf verið að það er alltaf einhverja hátíðir. Það er alltaf hátíður, það sem eru auðvitað frábært, hvort sem að fólk er trúað eða ekki, að þá í rauninni hafa einmitt, mér finnst þetta persónulega náttúrulega rosalega áhugavert út frá ótrúlega mörgum vinklum, Já, en í rauninni eru nú rannsóknir sem að sýna almennt þjóðfélög eða þjóðfélagshópar sem að eru mjög mikið að halda upp á einhvers konar hluti og svona þakka fyrir og slíkt sem er til dæmis mjög mikið í gegnum hindúismann. já. Það er almennt hamingjusamasta fólki. Það leyfir sér að leika sér meira. Og hugsa, já, þú veist, einmitt og kannski bara Ég held að sé það, sko, já, þakka fyrir það sem það hefur einhvern veginn Já, og svoleiðis, að það er einhvern veginn að mörgu leyti þó að þetta séu svona andlegt eða trúarlegt, já. þá er það samt að mörgu leyti meira á jörðinni, sko. Já, Ekki það bara er þetta sko eins og áfram. color run og þú veist, litadagurinn og litagleðin og allir hittast. Og það er sko þessi fjölskyldustemning, allir að hittast, það er bara dottið niður hér á Íslandi. Alveg rosalega mikið, sko. Það sitja bara allir með síman hérna sko og þú veist og jafnvel sko hjón tala ekki við hvort annað út af því að þau eru í símanum. Þetta er mjög áhugavert og í rauninni þetta sko með símanótkun og slíkt er kannski mjög víða í heiminum, en það sem að einmitt það er eins og á Íslandi og svona kannski almennar á vestrænum eða satt í vestrænum löndum, að þá er það meiri sko svona individual, þú veist það er einstaklingsmiðað allt saman, Já, menningin, og reyndar mér finnst það nefnilega svo áhugavert á Íslandi, eins og ég segi ég er fædd 1977 og er það lánsum að hafa samt upplifað það að vera með stórfjölskyldunni sem barn og vera, þú veist, hjá af og ömmu og bara, þú veist, ég á 20 frændsystkini og við vorum bara öll saman og ég veit ekki hvað, sko. já, Amma elda honni í alla og borðaði náttúrulega aldrei neitt sjálf nema bara svona kannski nartaði í lokin, já, þó að við erum að reyna að fá hana til að setjast niður, en já, en en hvað þetta er búið að breytast rosalega hratt, og auðvitað í sumum þjóðfélögum er það ennþá lengra eins og margir vinir mínir í Bretlandi. Og hvað þá í Bandaríkjunum? Þú veist, þau kannski sjá ekki einu svona fjölskyldumeðlum í einhver ár. ég veit það. Új, og þá er ég ekki að tala um sko fólk sem er viljandi ekki í sambandi við fjölskyldumeðlum. Nei, það er bara, já, En svo nefnilega það með svona, þú veist, austræn þjóðfélög eru meira svona samfélagsþjóðfélög ennþá. já, sko það er náttúrulega, reglurnar hafa verið, ég veit ekki hvernig það er á Bali en eins og í hérna Indlandi að þá
flytur sko, þegar sonurinn giftir sig, þá flytur konan inn á hans heimili hjá foreldrum hans. Jú, það nokkurn veginn nákvæmlega sama á Já, Balí. því hann á að sjá foreldrana þegar þau verða eldri. Þannig að ég held að það sko, og auðvitað í bændasamfélaginu þá var þetta svona. Það voru heilu Nákvæmlega. ættirnar saman, en það var ekki alveg eins stíft með það var kannski elsti sonurinn tók við búinu en hinn fluttu eitthvað í burtu og þegar fór að koma svona þorp og einhver svona bæjarmenning að þá leitaði fólki í atvinnu þar, það var náttúrulega fyrst og fremst atvinnan, en sko svona stór jólaboð og annað þess að þetta bara einhvern veginn að deyja út. Já, þú veist, einmitt, þetta ótrúlega sko áhugavert, þetta mörguleiti sorglegt, að mörguleiti bara, maður kannski líka með nostalgíu, en það sem að samt sem áður, hvað sem að okkur persónlega finnst, það sem þetta að koma fram betur og betur eins og hinnum vestræna heimi, kannski þú veist, versus austræna, þó að auðvitað þar líka, þú veist, auðvitað sumir að flytja í stórborginnar og allt þetta, en að sko einmannaleiki vaxandi vandamál í hinnum vestræna heimi. Einmitt. Þú veist, meðalans og það sem að sko til dæmis hérna í Bretlandi þar sem ég núna, þú veist, þar meira þess að sko ráðherra einmannaleika mála, þú veist, í ríkisstjórn. Ok. Af því þetta bara mjög stórt vandamál og þetta Bretland náttúrulega bara kannski lengra komið auðvitað 65-70 milljónir manna land, þannig kannski ósanngjarnt að bera það saman við Ísland. En þess að sko að eldra fólk og ungar konur sérstaklega að mælast sko ekstra einmana og sem sagt auðvitað vissu leyti þetta, það ekki þessi samfélags einhvern veginn menning lengur. Svo kannski versus segjum á Balí, þar einmitt það sem ég bý yfirleitt sko 3, kannski jafnvel 4 kynslóðir sem búa saman. Já. Og auðvitað örugglega stundum bara geggjað þrúandi bara, þú veist, ég verð að komast hérna. Og hvað þá að þú ert pínu öðruvísi eða eitthvað svoleiðis. Ja. Bara til dæmis fjölskyldan sem ég búi hjá undanfarið að þau eiga, sem sagt það eru 2 ungabörn á staðnum, sem sagt 2 synirnir sem búa sem sagt í fjölskyldukomplexinu eiga litlar dætur sem ég var einmitt í ársafmælið þeirra núna daginn. Það bara allir, þú veist, það bara amman og afinn og frændsystkinin og frændi og frænka að passa og svo líka fólki, þú veist, það 2 eða 3 konur sem yfirleitt að vinna á heimilinu, að frína og elda eitthvað og þær svo að passa og bara allir saman og gaman. Svo kannski vinir hér, sérstaklega eins og í London, þú veist, þau bara bara ein með börnin sín, bara ein, þú veist, og svo kostar í þokkabót 200 skall á mánuði 3 dagar í viku á leikskóla. Þú veist, þannig að fólk rosalega einangrað, þannig að það ekki nema að vona. Það svona rosalega dýrt? Náttúrulega, nú veit ég ekkert leikskólaplássa því ég ekki náttúrulega með einn í leikskóla, bara þau eru komin á skólaaldur hérna börnin. En hérna, einangrunin verður út af þessu að það vantar fjölskyldustuðningin eða tengsl. Ég held að, þú veist, ég hugsaði með fjölskyldustuðningurinn að ákveðnu marki en líka kannski bara samfélagið, af því að þetta getur maður búið til sína eigin fjölskyldu, þú veist, eða þú veist, maður getur sem sagt, já, þannig að þú veist, það kannski það sem maður þarf svolítið að passa bara upp á að leita, þó ekki að tala bara í Bretlandi bara yfir höfuð að sem sagt, svona ef maður pínu félagslega einangraður einhverja hluta vegna og það náttúrulega margar ástæður sem geta verið, að leita þá í það sem kannski í boði. Ég til dæmis bjó í 2 ár á Vestfjörðum, fallegasta stað Íslands, fyrirgefið allir hinnir en mjög. Ég elska Vestfjörðina svo ég skilji mjög vel, ég elska reyndar allt landið en það sér mál. En það nefnilega málið, sko, þannig að þá mikið sagt þegar ég segja að Vestfjörðin séu fallegastir af því Ísland náttúrulega stórkostlega fallegt. En hvar bjóstu á Vestfjörðu? Þannig ég var á Þingeyri í Dýrafirði og þar sagt, Blábankinn, þar sem ég var yfir, framkvæmdastjóri, og Blábankinn nefnilega svona samfélags- og nýsköpunarmiðstöð. Þannig að bara svona sem dæmi, þetta lítill staður en náttúrulega vinnur með fleira fólki á Vestfjörðum og víðar, Ísland og í heiminum, en einmitt þetta samfélagsdæmi, einhvern veginn að sé
staður, hvort sem hann er físískur eða jafnvel bara á netinu eða eitthvað svoleiðis, að fólk geti hreinlega verið í samskiptum við aðra. Þú veist, þú Já. ferð í verslun og hittir ekki neitt. Þú bara borgar og þú ferð í banka og þarf að nota hraðbank. Bankarnir eru bara vélar í dag. Í rauninni. Þú skiptist ekki einu sinni lengur á orðum við gjaldkeran eða eitthvað. Það er einn og einn banki sem er með gjaldkera. Aðrir eru bara vélar. Þannig að já, það er þjónustufulltrúi, já, ítta þennan takk og þennan takk og þennan takka og svo náttúrulega líka hitt að þú kannski heilsaðir kaupmanninum á horninu í gamla daga og talaðir við hann að því hann var alltaf svo sami sem var á bakvið búðaborðið. En í dag að þá kemur á kassan í einhverjum verslunum og í dag er þetta andlit og eftir mánuð er það horfið og eitthvað annað komið því það er svo mikið skipting á velta í starfsmönnum og svo líka hitt að sérstaklega fyrir eldra fólk sem ekki til dæmis talar mörg tungumál að þá getur það stundum ekki talað við afgreiðslufólki út af því það tala bara ensku. Algjörlega. Þannig að einmitt svona lagað ég veit það ekki. Þú veist, ég held að það verði náttúrulega að gera meira í þessum málum og kannski einmitt að svo bara nýta sér það sem er í boði nú þegar það eru þetta alls konar kannski hittingar eða einhvers konar kaffi eða eitthvað svoleiðis og er ekki Rauði krossinn á Íslandi til dæmis með heimsóknarvini og slíkt? Jú, ég held þeir bjóðu upp á það. Ég þarf eiginlega að finna einhvern frá Rauða krossinum og spjalla við. Já, heyrðu, það er bara mjög góð hugmynd. Já, það myndi vera mjög gott að koma því á framfæri, sko. Að því í rauninni auðvitað á sama tíma, ég meina, jú, það er allstaðar í heiminum virðist vera alltaf verða dýrara en Ísland er náttúrulega sér á báti. Allt er áramlega dýrt. Já, maður skilur ekki ennþá, sko, af hverju maður ennþá býr hérna af því að þetta er skulda áþjána samfélag, sko, það er fáránlega dýrt allt saman. Þannig að einmitt það bara að skreppa á kaffihús og hitta vini sína eða jafnvel bara fara einn, segjum sem eldri borgari, hvað þó auðvitað á eftirlaunum sem eldri borgari að kíkja á kaffihús og spjalla þá bara minnst við afgreiðslufólkið. Það bara er frá að kosta þið 1500 kall. Auðvitað er enginn að gera það á hverjum degi. Nei, það er samt athyglisvert, sko. Mér finnst ég sjá meiri kallahópa hittast á kaffihúsum heldur en kvennahópa. Þú veist það er svona og þá þau eru svolítið að sækja kaffihús í bakaríunum. Já, reyndar, einmitt, það er aðeins betra verð en þá. Já, þar kostar sko kökusneiðin ekki 1500 eða 2000 skilur heldur, hún kostar kannski bara 900 eða eitthvað, þú veist, það er svona aðeins munur á því, þannig að það er til dæmis hjá bakaramistaranum, þá er alltaf mjög ásetinn bekkurinn sko. Já, algjörlega. Hittist það. En þú ert í sálfræðinámi, ertu að leggja eitthvað sérstaka, ertu með einhverja sérstaka sérgrein þar? Heyrðu, einmitt góð spurning vegna þess að ég er nákvæmlega að skoða, núna er ég að fara að byrja eða að halda áfram með sem sagt lokaverkefni mitt í sálfræðinni, þannig ég ætti að klára á næstu 6 mánuðum sirka. En sem sagt sko þá er ég einmitt að skoða reyndar ekki einmanaleika sem ég finnst reyndar alveg rosalega áhugavert en ég er samt að skoða svolítið munin á vestrænum samfélögum og austrænum og þá með það sem ég er þá að horfa á er Ísland og svo versus Bali sem að er svona almennt séð núna Ísland síðustu árin og áratugina jafnvel er meira svona einstaklingsmiðað, vestrænt samfélag og svo Bali er ennþá meira svona samfélags fjölskyldu miðað og þá er ég svolítið að skoða þetta í svona námi þá þarf maður að hafa svolítið svona afmarkaða rannsóknar spurningu. Já. Þannig að þar að leiðandi er ég í rauninni að skoða konur á aldrinum 35 til 50 ára sem að eru vinnandi utan heimilis og hvaða merkingu þær leggja í sem sagt sko vinnu og að ná langt í lífinu og svo hamingjuna. Og í rauninni að því að sko almennt, þetta er auðvitað eitthvað sem ég á eftir að skoða betur og eða fá niðurstöður úr, en almennt er kannski meira áberandi
ef maður hittir einhvern á Íslandi sem maður kannski þekkir ekki, að þau, sko Íslendingar, við erum rosa mikið, já ég heiti Birta og ég er þetta, eða ég vinn þarna, en það er það, þú veist, er það lífið, ég veit það ekki, þú veist, það er misjafnt. Það er alveg rétt hjá þér, við festum okkur dálítið mikið í að vera starfstitillin okkar. Já, já. Það er hérna, þú veist, ef að fólk segir hver er ég, þá kemur alltaf ég er hjúkrunarfræðingur eða ég er sálfræðingur eða ég er þetta, ég er hitt, en við hérna kannski, þú veist, skilgreinum okkur út frá því. Já, það er held ég, þú veist, það er svolítið mannlegt eðli okkar á Íslandi og kannski innum vestræna heimi en alveg sko ekstra mikið á Íslandi, myndi ég segja. En ég á eftir að skoða það, að fá einhvers konar niðurstöður út úr því, en bara svona frá jafnvel erlendum aðilum vinum sem búa á Íslandi, þeir hafa tekið eftir þessu líka, þá jafnvel frá löndum sem að, þú veist, eru að skilgreina sig meira út frá þessu. Já. En það sem að sko, af því að nú hef ég verið síðustu árin að vinna með mitt eigið fyrirtæki í markþjálfun og ráðgjöf og slíku. Og þá er fólk oft í einhvers konar tímamótum í lífinu. Og upp er þetta konur, ótrúlega flottar, hæfileikaríkar konur sem að samt kannski hafa enga trú á sjálfu sér. Þú veist, einhvern veginn að hérna, og ég menna, þú kannast við þetta. Já. En sko, já, þú veist að það er náttúrulega oft tengt svolítið þessum aldri, kannski í kringum 35, 40, 45, sko, það sem að fólki kannski búið að gera ákveðna hluti í lífinu er svo bara að býta hvað er ég að gera í lífinu, hvað er ég að gera með lífið, þú veist, og hver er tilgangurinn eða þú veist, lendi kannski í kulnun og auðvitað því miður erum við oft á líka á þessum aldri þá þegar búin að missa fleiri í kringum okkur, jafnvel sjálf búin að, þú veist, gangi í gegnum ýmislegt. En þetta er mjög svona áhugaverður aldur og auðvitað er aldrei of seint að gera neitt, en því fyrr því betra kannski að breyta þá svolítið, heyrðu nei, býtu, ég hef ekki endilega áhuga að halda áfram á þessari leið í lífinu. Já, en það er svolítið merkileg, sko, mér finnst eins og þú ættir að hækka aldursmarkið upp í 55, en... Heyrðu, veistu það, ég er nefnilega, því ég er ekki búin að negla það niður, ég er með það 35 til 50 eða 55, þannig að ég kannski bara... Þú kannski gerir það, en sko málið er að ef við horfum á sko þessa ferla sem við förum í gegnum, að þá er þetta svona 7 ára ferlar og við erum búin með 7 ferla eins og þeir tala í kínverskri heimspeki sko og læknisfræði og öðru þegar við erum 49 ára og þá erum við mjög oft búin að læra, við erum búin að vera í starfi út af vinnumarkaðinu sem er náttúrulega bara aukist á síðustu árin því áður fyrir voru konur bara að sinna börnum og uppeldi sem að þótti ærin starfi þó enginn fengi laun fyrir það en hérna og svo bara allt í einu þá stöndum við upp og segjum og hvað með mig? Hvað ætla ég að gera með mig? Og þá er í rauninni sko kannski komin upp alls konar gömul óánægja sem hefur safnast upp í gegnum tíðina alls konar áfall sem við höfum ekki unnið úr og allt mögulegt annað sem að við erum í rauninni alltaf að hjakka í sama hjólfarinu og það er átak að hoppa út úr því og búa sér til, ef við getum sagt nýtt hjólfar eða búa sér til beina braut. Þannig að mér finnst þetta svo mjög áhugavert, sérstaklega þetta með þetta svo er náttúrulega mjög algengt, sko, við vorum að ræða það bara í gær, ég og vinkonuhópurinn, sko, hversu mikið er skilnaði og það er bara verið að fara yfir, sko, börn okkar og hérna hversu margir eru búin að skilja þarna og þarna og þarna og það eru bara við vorum að segja það líka að vera bara 60% skilnaðartíðin eða jafnvel hærra og því það er einhver innri óánægja. Alveg, þú veist kannski innri óánægja og jafnvel oft sko fólk er búið að vera lengi saman og er kannski hvorugt að vinna mikið í sjálfu sér, bara auðvitað lífið, þú veist, það bara verður fyrir og allt í einu vakna maður bara að býta hvað gerðist hérna á síðustu 50 eða 70 árum en, hérna, en líka einmitt, þannig að það er ekki búið að vera kannski að vinna í sjálfu sér og ekki heldur saman. Nei. Og einmitt svo kannski kemur eitthvað upp á
hvað sem það nú eða þú veist, börnin fara heiman eða það eru veikindi eða kulnun eða hver einhver sýnir þér allt í einu einhvern rosa áhuga og minnir á makaðinn fyrir 20 árum og allt í einu er bara komið fram hjá allt eða þú veist, Já, já, að já, það er mjög algengt. Ég held að sko meðal sagt, tíðni skilnaða er cirka 50% en það er ekki ólíklegt að það sé hærra hjá yngri aldurshópunum eða kannski þessum aldurshópi. ég myndi halda sko, ég myndi halda að hún sé að skríða upp í 60 og svo náttúrulega núna er hérna skoði ég út frá plánundunum og stjörnuspekinni að þá er Venus búin að vera svona aftur og bakferli, við erum að endur með þetta samskipti okkar við alla, líka við vini og þú veist, við höfum vaxið frá vinunum og það var nýr komið inn og við lítum yfir líf okkar, við erum búin að fara í gegnum fullt af svona vinasamböndum á ævinni sem að, nei hæ, gaman sjá þig, langt sem við höfum sést, þú veist, eru komin á þetta stig af því að það er ekki samskonar áhugasvið og annað og svo held ég er á því sko að allir sem ætluð að binda trúss saman, ef að fólk finnur ekki fyrir bara alveg svona sálartengingu, það þarf fólk að setjast niður og það þarf að fara yfir gildin sín og markmið í lífinu og hvert það vill vera að fara og það þarf að vera ákveðin sameining í því, þú þarft að vera í sömu stefnu. Algjörlega. Af því það er svona eitt skilnaður sem ég veit sko, annar aðili vill fara í þessa átt og hinn aðili vill fara í þessa átt og þá náttúrulega er ekki hægt að samþætta þetta tvenn. Alveg. Þá á fólk ekki að vera að búa til skuldbindingar eins og sko stór skuldbinding er barn sem er svo skilið eftir í miðjunni. Hvað er mamma? Hvað er pappi? Já, alveg. Svo það við þurfum að hugsa öðruvísi líf okkar finnst mér og við hefum náttúrulega búin að gera þetta fyrir langa löngu síðan að því svo er eins og ég sé það þá er sko hjónabandi það er samvinnufélag og svo þegar fólk sko það situr ræktin einn á dagatali, það situr vinaklúbbin með strákonum, vinaklúbbin með stelpunum snyrtistofuna eða nuddtíman eða það setur allt inn á dagatæli en ekki tíma með hvort öðru svo það vantar oft og svo bara fjarlægist það og bara er í Candy Crush eða ég segi svona Nei, ég held líka einmitt að þetta sé út af auðvitað sko, getur verið ýmislegt líka í lífinu og þetta einmitt að nota símana eða eitthvað er bara kannski ákveðin afslöppun og þurfi ekki að díla við eitt eða neitt, kannski ákveðinu marki en í rauninni held ég líka, þú veist, við áttum okkur ekki á því fyrir en eftir á þegar við erum með meiri lífsreynslu og þroska og slíkt, það bara býtu fór ég í hvað sem það þú veist, þetta nám eða flutti ég þangað eða fór ég í þetta samband eða eignaðist ég börn eða hvað nú er af því að umhverfið segir að ég eigi að gera það eða vildi ég það í alvörunni þannig að auðvitað eins og til dæmis með sambönd, ástarsambönd að maður getur kannski alveg verið skotin í einhverjum og fundist einhver mjög álitlegur og myndarlegur en það samt alveg tenging þú veist og það er kannski ekki eitthvað sem að við erum að spyrja okkur fyrir en eftir á. Já, þess vegna er svo mikilvægt að fólk setjist niður og skoði og ég segi stundum sko að því ég skoði þetta út frá stjörnuspekinni ef að fólk er með sterkan Neptúnus í kortónu sínu sem kannski tengist Venusnum eða eitthvað þá horfir það á hinn aðeila með bara bleikum gleraugum og bara sér hann í svona einhverju skýi svona hann væri svo æðislegur og maður geti aðeins breytt þessu og aðeins breytt hinn og geti gert svona og hins einn sem að viðkomandi er ekki að fara að gera. Akkurat. Og en hann er svo skemmtilegur eða hún er svo æðisleg, hún er svo flott og sæt og eitthvað og en við þurfum að ræða það og það er þessi samskiptafælni að þú ekki að segja hlutina. Já, einmitt, það er góður punktur, algjörlega. Ég held að sé svona eitt af vandamálunum, sko. Að reyna að halda fólki góðu, kannski sérstaklega, þetta er það rosaleg einföldun og alhæfing, en þú veist svona kannski upp til hópa eru konur meira, aldar þannig upp að, þú veist að halda friðnum og vera til staðar og hjálpa mönnunum, aftur mjög mikil einföldun, en
En þannig að einmitt þá líka þetta að maður er kannski að hitta einhvern og svona í rómantískum tilgangi til að byrja með, maður bara, já ég samt, þú veist, hann er æði, en það eru kannski einhver rauð flögg, en maður bara, æ, hann meinti þetta nú ekki, eða þú veist, og svo allt í einu er þetta orðið miklu verra án þess að það þurfa endilega að vera hræðilegt, en bara ekki rétt samt. Nei, nei, nei. Og ég held að líka, sko, sem ég segi alltaf það sama, sko, stóri vandin er að konur treysta ekki karlmönnum og karlmenn treysta ekki konum. Og það gerir það náttúrulega verkum að það er alltaf svona, það er alltaf, þú ert alltaf á tánum, gagnvart öllum. Já, einmitt. Það myndast ekki þetta, já, við ætlum að gera þetta svona. En ég held að svo orka sem við erum að stefna inn í núna í framtíðinni, þegar við vinnum meira út frá hjartanu, og hún er eftir að gera mikla breytinga. Hvað finnst þér um það? Bara halleluja, ég er sammála og vona svo sannarlega að það sé bara rétt. Já, Og ég held, þú veist, það er auðvitað rosalegir tímar í heiminum núna fyrir okkur, þú veist, þó að við séum kannski með okkar vegabréf og tungumál og litarátt, þá kannski höfum við það ágætt, en það er náttúrulega hræðilega erfitt ástand fyrir marga í heiminum. Og þá náttúrulega vissuleyti við sem að erum ekki að díla við slíkt, þá náttúrulega líka ákveðin, maður er kannski með ákveðin samviskubit, að minnst á einhverju djúpu stigi. Þannig að það að vera bara hamingjusamur og leyfa sér það er kannski að vissuleyti, nei, þú mátt það ekki. Þú veist, þetta er svona, já, ég held að það sé mjög mikil sjálfskoðun í gangi út af ýmsum hlutum, meðal annars út af þá þessu líka. já, En einmitt, pláneturnar, eflaust, ég ekki jafnvel með á nótunum þar. nei. En ég einmitt, já, ég myndi vilja halda og trúa því að það sé meira út frá hjartanu, já, engin spurning. Ég held að sko þegar við gerum það, þegar við í rauninni leitum eftir fólki og tengingu við fólk út frá hjartanin ekki kynfærunum, það er svolítið dæmi líka, sko, að þá og ekki með bleikuglerugun uppi, sko, það erum tilbúin að horfa á, erum við, þú veist, og ræða, erum við á sömu leið. Algjörlega. Því Af því að þá ekki gleyma hvernig hlutinir hafa þróast líka í sambandi við eins og einhvers konar að hitta fólk í dag. Það eru stefnumóta upp og svoleiðis sem eru næstu eins og leikir í símanum þínum. Það er svona að þú ert með fullt af fólki, nei, já, eitthvað svona. Að þá verður fólk bara, það næstu eins og sé ekki alvöru. Þannig að tengingin, það fólk er bara hent til hliðar og þú getur bara sleppt því að kannski búin að hitta einhvern nokksinum og svo bara hefur hann aldrei aftur samband, svona ghosting eða hvað heitir á íslensku, bara af því að þú skiptir ekki máli sem einstaklingur og það er ekki endilega manneskjan hugsi þannig í alvörunni, en þetta er svona, þetta er menningin. Þannig hún er mjög skelfileg, finnst mér persónlega. Já, þú veist, ég algjörlega og ég held eins og með þessi upp að þau, það er líka eins og fólk sé bara nei, hingað ekki lengra, að það er að aukast núna að fólk er að hætta og vill fara aftur, eða jafnvel yngri kynslóðir sem hafa þekkt ekki annað, vilja hitta fólk á náttúrulegri hátt, þar sem einmitt maður kannski að minnast þeir finnur orkuna og svo er spurning hvort að maður fylgir svo hjartanu. Já, þetta er svo. En þú, ég ætla aðeins að fara svona binda enda á spjalli okkar. Ég set upplýsingarnar vefsíðuna, ég fann þið náttúrulega á LinkedIn sem er mjög skemmtilegt og gaman að komast að tengingun við það þú skildir að vera jógakennarana með hjá Guðjóni syni mínum og svo bara áframhaldandi spjall. Svo ég set inn bara slóðina inn á vefsíðuna þína og netfangið þér undir ef að fólk kynni að hafa áhuga að hafa samband við þig. Og ég óska þér velfarnaðar í rannsóknarverkefninu þínu og er spennt að fylgjast með hver niðurstaðan úr því verður. Þannig við kannski spjallum það einhvern tímann seinna. Já, endilega og bara takk æðislega, rosa gaman að hitta þig og einmitt endilega fólk vil heyra í mér, þá bara endilega. Já, frábært. Ok, takk kærlega fyrir og takk ykkur fyrir að hlusta.